Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, við ræðum hér vantraust á þá vinstri velferðarríkisstjórn sem hér situr og fagna ég því þó að til máltæki sem hljóðar eitthvað á þá leið að ekki skuli trufla andstæðinginn þegar hann að gera mistök. Mín trú var nefnilega sú og vissa að þessi ríkisstjórn væri í dauðateygunum og myndi brátt lognast út af, en nú hefur Sjálfstæðisflokkurinn líklega hleypt nýrri atburðarás inn í líf þessarar ríkisstjórnar og framlengir líf hennar eitthvað fram á vorið. Ég nú samt ekki viss að hún eigi nú eftir að sitja lengi, þó að kannski þessi atlaga ríkisstjórninni misheppnist hér í kvöld, því svo virðist vera að flokkarnir séu búin að telja inn sitt lið. Líklega tilgangurinn fyrir því að leggja þessa tillögu hér fram að dempa áhrifin af þeirri atburðarás sem að Sjálfstæðisflokkurinn gekk í gegnum varðandi Icesave-málið með stærstan hluta Sjálfstæðisflokksins á móti sér, ég skal ekki segja. En sú atburðarás sem þá fór á stað þegar Sjálfstæðismenn tóku undir með ríkisstjórninni og samþykktu Icesave-samninginn númer 3 hér í þinginu leiddi það af sér að ríkisstjórnin gat ekki staðið á móti þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu sem fram fór vegna þess að forseti greip inn í annað sinn og beitti 26. grein stjórnarskrárinnar og efndi til þjóðaratkvæðagreiðslu. Við skulum hafa það hugfast að þessi ríkisstjórn nú ekki meir fyrir lýðræðisumbætur í landinu en svo að það kom tillaga hér fram í þinginu í Icesave umræðunni sem að hljóðaði upp á það að Alþingi sjálft myndi vísa málinu til þjóðaratkvæðis. Svo varð ekki og felldi ríkisstjórnin það með miklum stæl eins og við munum. Lýðræðisástin nefnilega bara í orði en ekki á borði hjá þessari ríkisstjórn. Það ekki á milli þings og þjóðar, það ekki á milli ríkisstjórnarflokkanna og þjóðarinnar. Þessi ríkisstjórn hefur ekki traust og þessi ríkisstjórn hefur alls ekki traust þjóðarinnar, hvað þá heldur alþjóðasamfélagsins. Nú liðin tæp 2,5 ár frá því að samfélagið hrundi með gjaldþroti bankanna. Eftirstöðvar þessa hörmunga hvergi nærri lokið og okkar mestu hörmungar nú þessi vinstri velferðarríkisstjórn eins og hún kallar sig, sem fullkomlega verklaus fyrir land og þjóð og hefur skrúfað niður hér atvinnulíf, allt raunverulega mannlegt líf í þessu landi. Hér ganga margir atvinnulausir og margir hafa það mjög slæmt. Fyrir kosningarnar fór Samfylkingin með heilaga Jóhönnu eins og samfylkingarmenn slógu slagorðin upp sjálfir, fremsta í flokki, hrópandi slagorðin velferðarbrú og skjaldborg heimilin. Sjaldan hefur nokkur stjórnmálaflokkur svikið kjósendur sína jafn illa. Fljótlega kom í ljós að skjaldborgin var fjármagnseigendur og velferðarbrúin var byggð eitthvað allt annað en fólkið í landinu og því engin ríkisstjórn hefur skert eins niður bætur, skorið eins niður bætur til aldraðra, öryrkja og barnafólks eins og þessi ríkisstjórn sem nú situr. Atvinnuleysi í hámarki og mikið af okkar fólki hefur leitað tækifæra og atvinnu í öðrum löndum. Þetta sorgleg staða, herra forseti. Ekki má svo heldur gleyma því að hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir auk hæstvirts núverandi utanríkisráðherra Össurar Skarphéðinssonar sátu í hinni svokölluðu hrunstjórn og gott betur en það, þau voru miklir gerendur í aðdraganda hrunsins. Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir sat í fjárlagaráði ríkisstjórnarinnar og mátti því vita hvað var í aðsigi hér á haustdögum 2008 og hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson leysti Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur af veikindum hennar og átti því að vera enn betur ljóst í hvað stefndi. Þessir aðilar hafa því setið í ríkisstjórn í bráðum full 4 ár. Ábyrgð þeirra mikil, þrátt fyrir það steyta þau hnefann, bölva íhaldinu og kenna öllu öðrum en sjálfum sér Vinstri græna það sama að segja með kosningasvikin. Flokkurinn hefur sem barðist harðast á móti aðild að Evrópusambandinu sá flokkur sem nú vinnur að aðlögun að sambandinu.
Formaður flokksins, hæstv. Fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon, hefur snarsnúist í öllum veigamiklum málum. Mikil vandræði í þingflokki hæstv. Fjármálaráðherra. 2 þingmenn hafa sagt sig úr þingflokknum og eftir barnsburðarleyfi var hv. þingmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir kosin út úr stóli formanns þingflokksins. Eftir mikla ólgu var henni boðinn stóllinn á ný sem hún ekki þáði. Skák og mát, herra forseti, skák og mát. Konur í Vinstri grænum láta greinilega ekki bjóða sér hvað sem enda gefur flokkurinn sig út fyrir að vera flokkur feminista. Við Íslendingar eigum betra skilið og við eigum svo langt betra skilið en þessa verklausu ríkisstjórn. Börnin okkar eiga betra skilið og framtíðin á betra skilið. Hér ríkir stöðnun og spólað í hjólförunum. Ríkisstjórnin verður dæmd af verkum sínum til allrar framtíðar. Hæstv. Umhverfisráðherra var dæmd af Hæstarétti vegna umhverfismála. Hún situr enn. Stjórnlagaþingið var úrskurðað ógilt af Hæstarétti og ríkisstjórnin situr enn sem bar fulla ábyrgð á því. Hæstv. forsætisráðherra braut jafnréttislög samkvæmt úrskurði og hún situr enn í ríkisstjórninni. Þessi ríkisstjórn virðist ekki þurfa að fara landslögum. Þessi ríkisstjórn hefur í þrígang reynt að koma ólögvarinni og ólöglegri kröfu á herðar þjóðinni og ríkisstjórnin hefur tapað 2 þjóðaratkvæðagreiðslum og ríkisstjórnin situr enn. Hæstv. fjármálaráðherra svo annt stóli sinn og stöðu sína hér innanlands að hann þáði ekki boð að koma og kynna málstað okkar í Æslandi í deilunni hjá Evrópu, í Icesave-deilunni hjá Evrópuráðinu í Strassborg. Hann tók þær eigin hagsmuni fram yfir hagsmuni þjóðarinnar. Frú forseti, þrátt fyrir þetta eigum við Íslendingar gnótt tækifæra. Við megum ekki missa trúna á framtíðina. Við eigum auðlindir sem okkur ber að nýta. Við eigum fullt af tækifærum. Bara ef þessi ríkisstjórn getur komið sér frá völdum. Við verðum að fella þessa ríkisstjórn ekki seinna í dag. Þess vegna styð ég þessa tillögu.